Nú ætlum við að ræða stjórnmál í Evrópu, nánar tiltekið á Ítalíu, og hingað komin til mín Roberto Luigi Pagani sem aðjúnkt í íslensku sem annað mál við háskólann. Sæll og blessaður. Já, fæddur á Ítalíu og Ítali. Akkurat. Já. Það sækja ríkisborgararétt? Einmitt. Við var að sækja ríkisborgararétt í febrúar. Já. Það tekur svolítið langan tíma að vinna svona umsóknir, þannig að svolítið lengi að bíða. Já, vonandi gengur það í gegn sem fyrst. En mér langar að tala við Ítalíu og stjórnmáli þar sem eru sérstök að mörgu leyti. En að því að þú ert að kenna íslensku sem annað mál upp í háskóla, þá höfum við svolítið verið að ræða íslensku kennslu og íslensku þekkingu innflytjenda og OECD, þú kannski tókst eftir því í síðustu viku verið að benda á að það væri bara 80% innflytjenda sem að töluðu íslensku hér, á meðan að það væru að meðaltali 50% í Evrópu sem að töluðu mál viðkomandi landa. Hvernig horfir þetta við þér? Þú talar náttúrulega fáránlega góða íslensku. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, ég myndi segja að það tvennt. Það vantar fjárfesting í rauninni, það vantar kennsluefni, það vantar kennara. Það eru örfáir kennara, það eru örfáir möguleikar til að læra tungumáli á Íslandi og það vantar þreisting í samfélaginu. Það mjög auðvelt að búa á Íslandi án þess að tala íslensku og málið að til þess að læra tungumáli finnst mér nauðsynlegt að fá einhvers konar óþægindi einhver tíma. Það þarf aðeins, þú veist, að leggja sig frá. Já, akkurat, og það alls ekkert svona í þessu samfélagi sem stendur af því að Íslendingar eru svo duglegir að tala ensku og fljótir að skipta yfir ensku ef þau eru að tala við fólk sem ekki alveg öruggt. Lentið þú í því? Mér finnst það sko. Lentið þú í því þegar þú varst að koma? Já, þetta var reynsla mig fyrir nokkrum árum. Þú talar íslensku og ég svara á ensku, þú talar íslensku og ég svara á ensku. Akkurat, já, þetta hefur gerst margoft þangað til ég bara ákvað að láta eins og ég þekkti ekki ensku. Ég sagði, nei, fyrirgefi, ég skil ekki neitt og það var náttúrulega mjög óþægilegt, þú veist, það var margt sem ég gat ekki skilið og þetta skapaði alls konar vandamál fyrir mig persónulega, en það hjálpaði samt og ég myndi segja að þetta sé nauðsynlegt, en eins og ég sagði, þú veist, það kannski of þægilegt að búa á Íslandi án þess að tala tungumáli. Já, ég meina, þó komist af með því, þú getur lifað með því að tala ensku. Akkurat. En þú ert aldrei almennilega inn í samfélaginu fyrir að læra því. Já, þetta líka annar mál. Ef að maður vill vera partur af þessu samfélagi, það náttúrulega nauðsynlegt að læra þetta tungumál og mér finnst, þú veist, mjög mikilvægt að útlendingar skilji þetta. Það ekki augljóst fyrir marga hvað þetta mikilvægt sérstaklega vegna þess að ég hef séð að margir útlendingar verða áfram á milli fleiri útlendinga í staðinn fyrir að reyna, þú veist, að finna íslenska vini til dæmis og svoleiðis, af því að það tekur líka tíma, af því að Íslendingar eru náttúrulega með tengslanet í samfélaginu og allt þetta, það tekur rosalangan tíma, en ég held að það borgir sig. Ég man að þegar ég byrjaði í skylmingum til dæmis hér á Íslandi, það tók kannski 2 ár fyrir fólk að byrja að heilsa og kveðja mig þegar ég kom. Þú veist, þetta fólk þurfti að venjast því að ég væri til og partur af þeirra hóp. En þetta tókst. Það gerðist og svo byrjaði fólk ekki aðeins að heilsa og kveðja þegar ég kom og fór. Frekar, þú veist, að spyrja hverju mættir þú ekki í dag, allt í lagi, ertu veikur og bla bla, hvernig gengur. Þú veist, þannig að það tekur tíma og sumt fólk svolítið óþolinmóð, myndi ég segja. Heldur það sé ólíkt, þú ekki pröfað að vera útlendingur á Ítalíu, en heldur það sé ólíkt hvernig Íslendingar eru gagnvart innflytjendum eða Ítalir? Sko, ég hefði haldið því einu sinni, en kærastan mín, hún íslensk, en hún elskar Ítalíu og hún að fylgja áhrifavöldum sem búa á Ítalíu og eru ekki Ítalir sjálfir og þeir kvarta undan sömum hlutum, sko.
og útlendingar á Íslandi. Þannig að ég held að það sé mjög svipað, mjög erfitt að, þú veist, að fá vini, að læra tungumálið einhvern veginn, því allir eru að tala ensku núna sérstaklega í stórborgum, þannig að ég held að það sé svolítið líkt, sko. Kannski þetta þannig að þeir sem eru innfæddir, þeir eiga sitt tengslanett og þurfa kannski ekki á þér að halda á sama hátt og þú þarft eiginlega á því að halda að fá tengslanett. Akkurat, það er ekki sjálfgefið. Við getum verið svona blind fyrir því að við höfum eitthvað að gefa. Það er líka þannig að þú veist það er fjárfesting fyrir fólk að finna nýja vini og ég skil það mjög vel að ef að maður er innfæddur þá maður vill kannski ekki endilega fjárfesta í einhverjum sem eru að fara, þú veist, að yfirgefa landi eftir ár, skilur við. Það borgar sig ekki í rauninni. Þetta er sagt að ef þú ert í fangelsi og ert að klára afplánuna, þá nennir ekki að kynnast nýju föngunum sem voru að koma. Af því að þú ert hvað sem er að fara. Akkurat. Þetta er sama sem að virkar. En það gerðist hjá mér fannst það persónulega mjög fallegt, ljóðrænt einhvern veginn. Ég fór einn dag, ég held að þetta hafi verið árið 2017-18, þannig að ég var búinn að vera á Íslandi í 4 ár, læra tungumáli og vinna í háskólanum og allt þetta. Ég fór til Ítalíu í fríi, kom tilbaka og það kom prófessor til mín og sagði velkomin heim. Og þá skildi ég, ok, núna er ég partur af þessu samfélagi. Og mér fannst þetta mjög fallegt. Og ég spyrja þig því að þú talar góða íslensku, þegar ég er að spyrja þig þá hugsar þú íslensku. Já. Það er enginn að þýða þarna uppi hjá þér. Ég er alltaf að hugsa málfræði, ég er alltaf að hugsa, þú veist, áfram, ok, núna er að koma þetta sagnorð sem stýrir hvað þágufalli, eignarfalli eða hvað. En nei, ég er að hugsa á íslensku. Það er svona einn auka kall hjá þér sem er að passa málfræðina sem er automatik hjá mér kannski. Herðu, en á þess að ég vilja biðja að svara fyrir alla innflytjendur í Íslandi, þá að ég hef talað við innflytjendur íslensku nám og það kom mér svona svolítið á óvart að hvað þeir lögðu mikla áherslu á að tala íslensku og að íslenska ætti að vera millimál. Nú segjum að ég væri pólskur og þú ítalskur, að þá sé frálegt að við séum að tala á ensku á Íslandi, að við ættum að tala íslensku. Heldur að það sé mikill svona, að maður getur náttúrulega aldrei svara fyrir alla, að sé mikill vilji hjá innflytjendum til að læra íslensku? Ég myndi segja það, já. Þannig að vandinn er það að bara kostinni sem þú hefur til að læra íslensku, þeir eru ekki góðir. Akkurat. Ég minna að það eru alveg einhverjir sem nenna því ekki. Það er bara, þú veist, sjálfgefið, tölfræðilega séð. En ég held að langflesti myndi vilja læra íslensku en fá ekki tækifæri kannski af því að þeir eru í vinnu. Það er rosa erfitt að skipuleggja og kannski búa út á landi til dæmis og það eru ekki margir möguleikar í boði. Og svo samfélagið hjálpar mann ekki ef maður talar svona bróken íslensku að þá svissa Íslendingarnir yfir í ensku. Já, það eru líka alls konar hegðanir sem fólk verður að hafa til þess að hjálpa útlendingum að læra tungumálið og Íslendingar eru, þú veist, þetta er glænýtt fyrir ykkur. Þannig að ég er að tala til dæmis að tala svolítið hægt, að bera fram hluti mjög vel, að einfalda aðeins orðaforða og málfræði í rauninni, aðeins til að hjálpa. Það er eitthvað sem ég geri til dæmis sjálf krafa þegar ég er að tala ítölsku við útlendinga. Ég veit hvernig ég á, þú veist, að bera hluti fram svo að útlendingar skilji þetta betur, en Íslendingar eru ekki með reynslu. En það tekur tíma, en ég held að þetta sé nú þegar að gerast. Ég geti lært af þessu, ég er bæði þvöglumeltur og hraðmeltur og er alveg ekki góður í þessu. Herðu, en fyrir þá til Ítalíu. Fyrir nokkrum árum, áður en að bræðralag Ítalíu var svona stórt og þá var ég að tala við Ólaf Gíslason sem er listfræðingur og hefur búið mikið á Ítalíu og hann sagði við mig að það sem að gerist á Ítalíu mun síðan gerast annars staðar og þá var hann að segja eins og Berlusconi sem er eiginlega eins og forleikur af Trump hrun kristilegra demókrata stofnanaflokkana frá eftirstríðsárunum gerðist undan í Ítalíu, er núna meira að breiðast út uppgangur nýhægrisins verður fyrst á Ítalíu, breiðist svo út fasismi því miður. Er það þannig að á maður að horfa á Ítalíu sem svona deiglu Evrópu? Sko, ég veit ekki hvort þetta sé tilviljun, en þetta hefur gerst svo oft að kannski
Ég veit ekki, Ítalía náttúrulega, þú veist, í Miðjarðarhafsins. Það mikið sem gerist í kringum hana, þannig að það gæti kannski verið þannig að það sé mikið sem gerist það og svo breiðist út. Þetta sé svona eins og hlið Evrópu. En hvað að gerast á Ítalíu? Þú veist, það eru stærstu flokkarnir. Þeir eru allir sko svona hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn. Allir stærðsflokkarnir. Einfaldasta svarið væri náttúrulega að það voða lítið sem að gerast á Ítalíu eins og alltaf. Það alls ekki satt sko, það margt sem að gerast, en það sem ég að meina að það eru ekki rosa stórar breytingar í gangi í samfélaginu og þetta eitthvað sem mér fannst persónulega mikilvægt að segja þegar að Meloni var kosin sko, því að ég man eftir einhverjum prófessor í Háskóla Íslands sem sagði, þú veist að þessar kosningar voru táknum að eitthvað stórt var að gerast í samfélaginu og rosa stórar breytingar, þetta var áhyggjuefni og ég var bara, nei. Allt breytist en ekkert breytist. Akkúrat, ég meina stjórnmálakerfi á Ítalíu svo flókið, nákvæmlega út af þessu, að þetta var allt skapað, það var byggt eftir seinasta heimsstyrjöld til að koma í veg fyrir að einhver gæti í rauninni gert eitthvað stórt. Það komið í veg fyrir að kommunistarnir gætu náð áhrifum. Það líka en fasistar, ég meina, og þetta ástæða fyrir því að allt gengur rosa hægt, það rosa erfitt. Þú veist að bara að breyta einhverju yfir höfuð og það líka þannig að það hafa verið margir stjórnmálaflokkar í þinginu og þegar þeir eru í andstöðu þeir segja alls konar hluti sem eru kannski, þú veist, geti verið hauka, vinstri auka, hægri og allt þetta saman, en ef þeir koma í ríkisstjórn þá þeir verða alltaf, við segjum á ítölsku, demokristiani, kristni demokrata og þetta í rauninni það sem hefur gerst nú þegar með Giorgia Meloni, hún var hauka hægri kona. Hún var að tala á móti NATO til dæmis, á móti Evrópusambandinu og þetta hefur gjörbreyst og flestir vissu það að því að svona eru hlutir á Ítalíu. En þá það þannig að maður horfir á yfirborðið og þá lítur þetta út fyrir að vera einhverjar miklar hugmyndarlegar deilur, svo kíkir maður undir yfirborðið að þá bara Ítalía alltaf óbreytt. En þá spurningin, hver það þá sem stýrir Ítalíu þarna undir? Sko? Þetta mjög erfið spurning sko. Ég held að það sé enginn í rauninni, enginn getur gert það, ég minna að það eru völd sem eru aðeins að leika spil en það í rauninni enginn sem getur gert mikið. Ég minna að dómmálakerfi til dæmis alltaf að, þú veist, að reyna að fá meira vald og stjórnmálamennir að reyna að fá meira líka, ég minna að en það rosa erfitt út af lögunum sem voru búin til eftir stríð. Þannig að lögin, umbúnaðurinn þannig að það mjög erfitt að koma fram nokkru breytingu. Akkúrat, ég meina að það koma alls konar bætur allan tíma náttúrulega en ég meina að þetta eru náttúrulega smá atriði myndi ég segja. Það rosa erfitt að rugga bátnum og þegar að þetta hefur gerst eins og til dæmis fyrir nokkrum árum 5 stjörnum hreyfingin reyndi að búa til svo kallaðan, hvað ég kalla þetta svona ríkisborgaralaun. Þetta var í rauninni ekki ríkisborgaralaun, það var bara kerfi til að tryggja allir myndu fá svona lágmarkslaun, þannig að ríki myndi gefa þér auka, þú veist, 20.000 Þetta kallað borgaralaun. Akkúrat. Píratarnir hafa verið með þetta hér, Akkúrat. Sem eiginlega systur hreyfing, 5 hreyfingarinnar. Þetta hefur verið aflýst af Meloni til dæmis og þetta hefur verið náttúrulega mjög erfitt fyrir marga. En það var rosa erfitt að gera þetta og aðstæður voru mjög sérstakar þegar að þetta gerðist. Það var náttúrulega ríkisstjórn sem þurfti að semja rosa margt af því að þetta voru mjög ólíkir flokkar. Þannig að það var lagt á borðið, við viljum fá þetta staðfest en við skulum gera þetta í staðinn. Þetta var í rauninni viðskipti á þinginu. En núna staðan mjög öðruvísi. Eða kannski ekki mjög öðruvísi, ég meina svolítið líkt en sko aðalmunurinn myndi ég segja sá að
allir stjórnmálaflokkar í ríkisstjórninni eru hægri flokkar, en það eru náttúrulega margir munir á milli þeirra. Hver munurinn á Salvini og Meloni til dæmis? Ég meina það þjóðernishyggja til staðar hjá báðum, en til dæmis stjórnmálaflokkur hans Salvini bjó til frumvarp til að gefa héruðum meira vald, sem var alltaf, þú veist, kjarni þeirra mála, sko. Vegna þess að þeir eru vel að þjóðernissinnar í Norður-Ítalíu. Akkurat. Sko, flokkurinn sjálfur ekki lengur þannig, ekki lengur skilgreint þannig, en það eru náttúrulega ennþá margir stjórnmálamenn sem hugsa ennþá þannig, sko. Og þetta voru verið, held ég, stærsta breytingi hingað til. Sko, við höfum ekki séð afleiðingar af því að þetta glænýtt, en núna geta héruðin sótt að fá leyfi til að fá eftirlit og leyfi til að breyta lögum margs konar. Ég er að tala skólakerfi til dæmis, heilbrigðiskerfi, vegakerfi, bara allt þetta sama. Þetta hefur verið meira og minna hérna í hlutverki ríkisstjórnarinnar að sjá þetta allt saman, en núna geta héruðin stjórna því. Þetta áhersla Salvini og Norður-bandalagsins. Akkurat, og þetta náttúrulega út af því að Norður-héruðin eru ríkari og svona skattfé þeirra hefur verið notað af ríkisstjórninni til að hjálpa Suður-héruðum. En þetta hefur náttúrulega skapað stöðu þar sem Suður-héruðin eru aldrei, þú veist, að gera nóg mikið til að bæta stöðu þeirra. Þannig að... Og kannski stærstu fyrirtækin eru meira og minna frá norðrinu. Já, akkurat. Og eru að arðræna suðrið einhver leitið ekki. Gæti þetta. En þessi togstreita milli norðurs og suðurs, skiptir það miklu máli ef maður er að reyna að átta sig á ítölsku stjórnmálum? Já, þetta mjög mikilvægt og þetta líka kennt í skólum, sko. Því að ég meina... Fátæka suðrið og ríka norður. Já, þetta kemur fyrir mjög oft. Ég held að það sé lagt kannski of mikla áherslu á það. En ég meina, útlendingar sem fara til Ítalíu sjá þetta strax, að það eru margar munir, en þetta eru líka menningar munir, ekki... Staðan að batna svolítið líka á Suður-Ítalíu. Þannig ég man þegar ég var barn, því að mamma mín frá Suður-Ítalíu, pabbi mín frá Norður-Ítalíu, ég ólst upp á Norður-Ítalíu. Mér fannst margt mjög öðruvísi, ég þurfti að læra hvernig að haga mér þegar ég fór til Suður-Ítalíu í frí, því að þetta var eins og að fara, þú veist, til annars lands í rauninni. Og í hverju þá bara svona... Sko, ég vil ekki móka neinum, en ég man til dæmis að mér var kennt að ég ætti ekki að horfa fólk í augun, af því að þetta var talið vera, þú veist, eins og þú værir að stríða eitthvað á Suður-Ítalíu. Það bara annað hugafar þar, en hérna það að breytast líka, því að allir Ítalir eru bara, þú veist, að flytja alls staðar, allar fjölskyldur eru blandað. Það aðalega, þú veist, eldri kynslóðir sem eru ennþá kannski að hugsa að ok, við erum frá Napoli, við erum frá Langbarðalandi og við erum sérstök þjóð. Þú veist, það var bara mistök að sameina Ítalíu eins og það var gert, en ég held að minn kynslóð hugsi ekki lengur þannig. Þú veist að það eru miklu færri munir til staðar núna, en málið Ég myndi spyrja þig, hvaðan ertu? Hvað myndir þú segja? Ég meina, fyrst að þú ert Íslendingur, þá myndi ég segja ég er frá Ítalíu. Já, en ef ég var Ítali? Ef að þú værir Ítali, þá myndi ég segja ég er frá Langbarðalandi. Hvað myndi mamma þín segja? Hvað segirðu? En ef ég myndi spyrja mömmu þína? Ég myndi segja ég er frá Cremona, sem heimabærinn minn. Og þannig svarar fólk, sko. Já. Það mikilvægt að þetta alltaf fyrsta spurningin sem Ítalir spurja. Fyrir ykkur, Íslendinga, það kannski ekki svo mikilvægt hvort maður sé fæddur á, ég veit ekki, í Hortnafirði eða... Það var það kannski fyrir svona 50 árum, 100 árum, sko. Akkurat. En ég held að sé minna núna, sko.
En við erum alltaf, þú veist, að reyna að skilgreina fólk af því að við vitum að það eru munir til staðar og við reynum aðeins að þú veist aðlagast einhvern veginn. Ok, þú ert frá Suður-Ítalíu þannig að ég ætla kannski að tala aðeins öðruvísi því að ég veit að þú myndir kannski ekki skilja öll orðin sem ég nota því að það eru náttúrulega rosa marga mállýskur eða tungumál á Ítalíu þannig að það er mikilvægt að vita hvaðan maður miklu meira á Ítalíu frekar en á Íslandi. En Meloni, þegar ég er að horfa á hana sko, til dæmis sá ég hana flytja erindi á fundi Repúblikana í Bandaríkjunum og hún tala bara beint inn í sko Repúblikanaflokk Trump, meira völd fylkjana, minna völd Washington var það í Bandaríkjunum, en í Evrópu er það meiri völd þjóðríkjana, minni völd Brussel. Og svo er þetta þessi, þegar hún er að tala þá er þetta eiginlega bara make Italy great again, eitthvað svona hugmyndum að það hafi verið einhvern veginn betra í gamla daga. Hún talar fyrir auknum barneignum kvenna og Akkurat. Hún talar bara eins og Trump. Já. En á hverju eru þá Ítalar með þessa tilfinningu að þetta hafi verið gott og svo mistu þetta? Hvað er það sem við mistu? Sko, ég held að það sé eðlilegt fyrir fólk að ímynda sér að fortíðin hafi alltaf verið einhvern veginn betri. Ég er að tala, þú veist, þessa hugmynd gullöldina, skilurðu. Þannig að og hver er gullöldin? Þá svona eins og Fellini mynd? Já, akkurat, ég meina það er mjög góð spurning því að ef við horfum tilbaka, ég meina ég sé ekki fyrir mér hvenær gullöldin, ég meina kannski Rómaveldin ekki sinni það sko, ég meina. En það er mjög einfalt að nota þessa hugmynd til að fá í rauninni atkvæði. Og ég meina það er einfaldara að segja ok, við erum með mjög skýra hugmynd hvernig við viljum að samfélagi séð og við skulum reyna að framleiða allt þetta saman. Sem ég meina þetta er bara talmál sko. Það er ekkert sagt í þessu í rauninni. Þeir eru með einhvers konar hugmynd, já, en þeir eru ekki allir, þú veist, í þessari ríkisstjórn af sömu hugmyndum. Ég hugsa til dæmis, það er Tajani sem formaður hvað heitir þetta, svona Forza Italia, sem er Gamli Berlusconi-flokkurinn. Akkurat, Berlusconi-flokkurinn, já, áfram Ítalía. Hann styður til dæmis lagabreytingar til að láta fólk fá ríkisborgararétt ef að fólk er búin að leggja stund á nám á Ítalíu, sem er eitthvað sem vinstri flokkar vilja í rauninni. En hinir flokkar í ríkisstjórninni vilja það ekki, þannig að þú veist, þeir eru ekki sammála öllu. Þannig að þegar þau tala hugmyndina, já, það er oftast átt við Guð, föðurland og fjölskylda, en hvers konar Guð, hvers konar föðurland, hvers konar fjölskylda, það er ekki alveg, þú veist, sjálfsagt. Það er ekki skýrt. En það er bara verið að höfða til tilfinningarnar eins og það sé að fara í handaskólan. Akkurat. Það sé ekki nógu gott hjá okkur. Það sem ég held er að fólk sem er að hlusta á svona orð, svona buzzword, segjum við, er með skýra hugmynd og heldur að það sé átt við það, skilurðu. En ríkisstjórnin sjálfu veit ekki alveg, þú veist, hvað stefnan er í rauninni. Þeir eru aðeins, þú veist, að vaða í fen í rauninni. Og reyna að fara áfram. Þú vil ekki útskýra hvað þú ert raunverulega að meina, því þá geti þessi sagt eitthvað, nú, ég var ekki að hugsa það. Það bara tvistar þetta. Akkurat. Já. En þetta eru flokkarnir sem eru að stýra núna, sem eru hægri flokkar, og þeir fengu mjög góða kosningu í sveitarstjórnarkosningunum. Þannig að ríkisstjórnin bara eiginlega eina ríkisstjórnin í Evrópu sem hefur farið í kosningar og fengið sko jákvæða niðurstöðu. Yfirleitt allstaðar bara sáum kosningar sem voru í Þýskalandi bara í síðustu viku eða það síðustu, þar sem að ríkisstjórnarflokkarnir sko, ég heldur að það var náð sko samanlega 10% sko í þessum héruðum sem var verið að kjósa í þar. Þannig að einhver leyti er ríkisstjórnin með meðbyr. Það er svo, þú veist, það er meðbyr á Ítalíu með þessa ríkisstjórn. Meloni er vinsæl, eða hvað? Ég held ekki að þetta sé svo einfalt, af því að það voru ekki rosa margir sem fóru að kjósa til að byrja með og þetta er eitt atriði.
Og svo líka það að fólk var bara þreytt og vildi gefa henni séns, sem það sem fólk gerir mjög ofta. Það sama sem gerðist til dæmis með Finnstjórnuhreyfingin. Þegar hún fór í ríkisstjórn, þetta var bara, þú veist, fólk sem sagði við höfum haft bæði demokrata og Berlusconi í ríkisstjórn í mörg ár, við skulum bara prófa eitthvað nýtt. Meloni var ný þá, þannig að þeir ákváðu bara að gefa henni séns, en ég held ekki að flestir hafi verið sammála öllu eða ég held ekki að hún hafi verið talsmaður allra þeirra sem kúsu hana, sko. Vinstra megin erum við með Finnstjörnuhreyfinguna sem svona vinstri popúlísk hreyfing, kannski skild framboði Jóns Gnarr, gamanleikari sem stofnaði hana eins og Bestarflokkinn, kannski eitthvað stað svona nálægt Pírötunum og eitthvað slúðis. Og svo erum við með hvað heitir það, Demokrataflokkurinn? Já. Það sem sósíaldemókratarnir, gömlu kommunistarnir, eiginlega allt stofnanavinstrið, og raunverulega maður skoðar hvaðan þessi flokkur kemur, að þá eiginlega fer hann frekar að verða gamli kommunistaflokkurinn, það sem hefur verið að stofna. Akkúrat. En ég veit ekki hvaða fyrirbrigði er þetta, Demokrataflokkurinn? Þetta í rauninni mjög fjölbreyttur flokkur. Kosningabandalag, ekki raunverulegur flokkur kannski. Já, en ég meina líka fólk sem sem hefur verið í flokknum í mörg ár. Það eru rosa mikil, það eru kallaði straumar í þessum flokki, korrenti, það sem talsmaður straums, og ég meina munir geta verið svolítið stóri, sko. Þannig að það verður mjög erfitt til dæmis að tala við fólk af því að það ekki alveg skýr stefna hjá þessum flokki. Og þetta hefur verið vandamáli rosa mörg ár hjá þessum flokki, sko. Eins og til dæmis þetta mál ríkisborgararéttinn. Ég meina það ætti ekki að vera í forgangi núna miðað við það sem að gerast til dæmis í kerfinu og allt þetta sama í Evrópusambandinu. En þessi flokkur að tala aðalega það. Við verðum að breyta lögum ríkisborgararétt af því að það eru rosa margir sem eru fæddir á Ítalíu og eftir 18-20 ár þeir eru ekki með ríkisborgararétt. Og ég meina ef að fólk nær ekki endum saman, þá mjög erfitt, þú veist, að hlusta á svona hluti og segja ég ætla að kjósa þennan flokk næst. Þannig að þessum flokki sem svona ég veit ekki hvað að kalla þetta, stofnanaflokki eða svona leifarnir af vinstrinu á eftirstríðsárunum, það vantar í flokkin svona hvert þau vilja fara. Þau hefur ekki að saminast einhverja tiltekna stefnu. Það vantar skýra sjálfsmynd. Já. Þarna inn eru kommunistar sem höfðu mikil áhrif á ítalskt samfélag á eftirstríðsárunum, en hins vegar máttu aldrei vera við völd og var mikil andstaða. Og þessi klofningur sem á Ítalíu í dag, hann var eiginlega miklu verri 1970. Akkurat. Þegar að hryðjuverkamenn voru, þú veist, að stunda alls konar. Það var því kallað blýárin. Akkurat, blýárin. Já. Þannig að Ítalíu þekkja skautun. Já. Ég veit ekki hvort þetta séu afleiðingar af því, en Ítalíu eru að reyna í rauninni, þú veist, að ekki skipta sig í tvennt eins og Bandaríkjumenn. En það rosa erfitt að ekki gera það núna. Við erum alltaf að sjá raunveruleika, þú veist, svart og hvítt. Það eru náttúrulega sterk áhrif frá Bandaríkjunum. Þannig að ég sé svona breytingu á Ítalíu líka, en stjórnmálin eru miklu flóknari, kannski líka út af þessu. Við viljum ekki hafa, þú veist, aðeins tvo sterka flokka til staðar, af því að það gæti verið mjög hættulegt. Út af því að þá verður svona klofningur? Akkurat. Við höfum verið þar, við viljum ekki fara þangað aftur. Við viljum að fá að vita hvað þið gerir, því að Ítalía, það sem gerist á Ítalíu mun gerast annar staðar. Já, akkurat. Það sem að fylgjast við með. Það þarf ekki spámenn, það þarf bara að fara til Ítalíu og sjá hvað í gangi þar. Hver staða verkalýðshreyfingarinnar á Ítalíu? Sko, ég myndi segja að það ekki mikið í gangi. Stéttarfélögin til dæmis, maður geti sagt að þau eru ekki lengur til. Af hverju ekki? Ég meina þau eru til, náttúrulega, en þau gera ekki neitt.
Þannig að ef að maður fer til þeirra og segir, heyrðu, yfirmaðurinn minn ekki að borga mér almennileg laun eða eitthvað, það ekki mikið sem við getum gert í því. Þetta hefur verið löng þróun sem byrjaði fyrir mörgum árum. Ég veit ekki alveg af hverju þetta gerðist, en afleiðingar eru þær að það rosa erfitt fyrir vinnumenn, fyrir vinnufólk á Ítalíu að fá réttindi til dæmis. Launin eru bara, ég myndi segja, hallærisleg. Miðað við hvernig verðbólgan og allt þetta sama, en það tekst aldrei að breyta þessu og þetta ein ástæða fyrir því að ungt fólk að flytja. Og já, sem mjög sorglegt af því að skólakerfi á Ítalíu ennþá mjög góð, sérstaklega háskólakerfi. Háskólafólk á Ítalíu mjög hámentað. En þetta fólk fer alltaf annar staðar með sína þekkingu. Þannig að það rosa erfitt. Þannig að það lýsa landi sem í svona hörnunar, þetta hörnun, ef að þú veist, stundum sagt, þú veist, besta fólki fer, ég veit ekki hvað það sé satt, en ef að mikið ungu fólki fer, þá náttúrulega stutt í því að samfélag lendir í vandræðum. Þetta þýðir líka að stjórnmálamenn eru ekki að hugsa ungt fólk af því að það rosa fátt. Það eru miklu fleira eldra fólk, þannig að það mikilvægara fyrir stjórnmálamenn að lofa þeim eldri að við skulum hækka, ég veit ekki, eftirlaun og allt þetta saman. Þannig að þú veist að það rosa erfitt að breyta þessu. Þetta ferli sem hefur verið í gangi og það ekki einfalt að stoppa það. Þannig að já, ég veit ekki hvað svörin eru, en já, það líka, núna ég að hugsa það mjög eitruð menning varðandi vinnu á Ítalíu. Þannig að það talið vera mjög, hvað ég kalla þetta, svona heiðarlegt að forna sig fyrir vinnu. Og ungt fólk náttúrulega mikið á netinu, það eru alltaf að tala réttindi, gæði lífsins og að fá jafnvægi á milli vinnu og lífs og allt þetta saman. En eldra fólki ólst upp í kerfi þar sem talið vera mjög gott að vinna meira þóttu maður væri kannski ekki borgaður fyrir yfir vinnu eða eitt svoleiðis. En fyrir 50 árum kannski borgaði þetta sig af því að þú varst að leggja þig fram, þú varst að sýna að þú væri mjög, þú veist, góður vinnumaður og þú fékkst í rauninni eitthvað í endanum. Þetta ekki lengur sagt, þetta bara orðið að leið fyrir atvinnuveitandi fólk að í rauninni nota eða misnota ungt fólk til að fá það að vinna meira og borga það minna. Og þetta líka rosa erfitt að breyta því að þegar það talað að hækka launin, allir að segja, ok, en hvaðan kemur peningin, svo verðin verða að hækka og þetta endalaus saga, sko. Þannig að afleiðingar eru bara þær að fólk að fara til útlanda. Það væri gott að hafa öfluga verkefnishreyfingu. En innflytjendamál hafa verið spilað stóra rullu í ítölsku stjórnmálum og kannski bara fyrr heldur en aðrir og mjög sterkt hjá Salvini og einhver leyti hjá Meloni. Hver ástæðan það vegna þess að Ítalir eru Ítalir og vilja ekki hafa innflytjendur eða það vegna þess að það eru fleiri innflytjendur á Ítalíu heldur en í öðrum löndum? Ég held að ástæðan sé svo sama allstaðar, sko. Með útlendingum koma líka breytingar í samfélaginu og fólk hatar breytingar yfirleitt. Það eru skemmtilegar. Já, einmitt. Þú fluttur á milli landa og breytingar eru skemmtilegar. Já, akkurat, sko. En já, málið að Ítalía náttúrulega kom úr land, þannig að það mjög stór straumur af fólki þar, miklu meira en hér á Íslandi og það miklu erfiðara að fylgjast með og finna fólk. Þannig að það hefur verið erfitt í mörgum samfélögum á Ítalíu að stjórna þessu og það náttúrulega þannig að ef fólk kemur til Ítalíu með enga menntun og vantar skírteini og allt þetta saman, þá ekkert eftir að gera nema að stela.
og mér fannst persónulega mjög sorglegt þegar ég var 23 ára. Ég var nýútskráður í ensku og skandinavískum fræðum og ég var að vinna sem túlkur. Og ég fór einu sinni til dómstóls og málið var að einhver Afrikubúi var búinn að selja dóp, maríjúana eða eitthvað svoleiðis. Og ég þurfti náttúrulega að túlka því hann talaði ensku en ekki ítölsku. Og mér fannst það persónulega sorglegt að sjá hvað þetta væri alls ekki glæpamaður. Þetta var ungur strákur sem kunni kannski gera neitt, gat ekki gert neitt, mátti ekki gera neitt og einasta sem var í boði var að selja dóp. Og ég var bara, ég meina, hvað ætti hann að gera? Bara að drepast og þú veist, þannig að ég skil líka að það ekki í lagi að fólk sé að selja dóp og bara gera alls konar en það rosa erfitt fyrir ríki sem nú þegar í vandræðum eins og Ítalía að finna lausnir fyrir svona mál og ég skil vel að margir verði mjög hræddir, sérstaklega í læri, hvað ég kalla þetta, svona stjettum í samfélaginu. Því að það mjög einfalt fyrir ríka fólki að segja að við verðum að hjálpa öllum og bla 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 en fólk sem bara, heyrðu, ég þarf að, þú veist, mér vantar hjálp fyrst og ég Ítalía verið fæddur hér. Þannig að mikill hópur af raunverulega ólöglegum innflytjendum, hefur verið að kalla því í Bandaríkjunum á Ítalíu, sem að hafa engan aðkomin í samfélagið og eru kannski að selja dóp og í glæpum, en líka sem eru notaðir bara sem vinnuafl á hrakvirði og heldur niður í launum allra annara. Þetta rosa stórt vandamál sem kallað caporalato. Ég veit ekki hvernig að þýða þetta á íslensku, en þetta í rauninni þrældómur, sko. Og já, þetta mál hefur komið upp aftur og aftur, fólk verður kært, en það náttúrulega ekki hægt að finna alla því að þetta náttúrulega stórt land, það vantar eftirlit, eins og hér á Íslandi til dæmis. Við erum náttúrulega með til að fáa sem væru ólöglegir innflytjendur, ég held að séu bara einhverjir 20 kannski. Af því að við erum eyja út í Akkurat, og það hægt að fylgjast með að því allir eru kannski að koma með flugmiða, það allt skráð. Akkurat. Bara ein leið inn í Ísland. Já, og löggan getur verið þar og skoðað og þetta gengur ekki á Ítalíu því að þeir koma bara á bátum. Sko. Yfir Miðjarðarhafið, en það er líka mikið innflytjendum á Ítalíu frá Albaníu. Já, akkurat, þeir koma bara ekki, já. Og vera lengi. Herðu. Roberto, gaman að fá þig hérna að tala íslensku fyrst og svo Ítalíu. Takk hérlega fyrir. Það endilega bara að koma aftur. Alltaf kannan tala Ítalíu. Já, mjög gert. Það er hérna að þú sagðist að þú ert giftur íslensku konu sem mjög hrifin af Ítalíu. Ítalíu, já. Og þú Ítalíu ert mjög hrifin af Íslandi, eða? Akkurat, já, þetta var flott, kannski, þú veist, menningarskipti. Hún lærði náttúrulega ítölsku. Ég svolítið öfundsjúkur af því að hún var ekki að læra málfræði neitt svoleiðis, hún hlustaði á mig með tíma, sérstaklega í COVID, við vorum mikið heima hjá okkur og ég fór að tala ítölsku allan tíma, hún bara lærði eins og svampur í rauninni. Þetta stórfurðulegt. Nei, þetta ekki furðulegt. Þau búið að vita lengi að besta leiðin til þess að læra tungumál á koddanum. Já, akkurat. Lengi verið einmitt. Herðu, Róbert, og kæra þakki fyrir að koma hingað. Takk kæra fyrir. En við ætlum að snúa okkur að allt öðrum málum hér við Rauðaborðið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.